Komið sæl, ég heiti Anna Helga Jónsdóttir og ég dósent í tölfræði við raunvísindadeild og ég ætla að kynna fyrir ykkur MAS-nám. En MAS stendur fyrir Master of Applied Statistics og við byrjuðum að bjóða upp á þetta nám fyrir nokkrum árum síðan að bandarískri fyrirmynd. Þetta nám til viðbótarprófs á meistarastigi. Þetta styttra en hefðbundið MS-nám og það hægt að ljúka náminu á rúmu 1 ári. Það þó svo að flestir okkar nemendur þeir stunda þetta nám samhliða vinnu og taka lengri tíma í að ljúka við námið. MAS-námið veitir ekki aðgang að doktorsnámi en markmiðið með þessu námi er að veita nemendum okkar góðan grunn í gagnavinnslu sem nýtist þeim á atvinnumarkaði. Fyrir nemendur sem vilja fá fræðilegri nálgun á tölfræðina bendi ég á MS-nám í tölfræði sem líka boðið upp á. Nú, af hverju tölfræði? Þegar ég ákvað fyrir nokkrum árum síðan að fara í framhaldsnám í tölfræði þá þótti ég svolítið skrítin og það voru ekki margir nemendur sem fóru í slíkt nám. En í dag eru margir nemendur sem kjósa að læra tölfræði og svokölluð gagnavísindi eða data science og ástæðan fyrir því einföld, það verið að safna gögnum út allt í kringum okkur á degi hverjum og það mikil þörf fyrir fólk til þess að greina öll þessi gögn. Þörfin mun án efa ekki minnka og því þetta kjörið tækifæri núna til þess að stunda nám í tölfræði. Nú, viðfangsefni tölfræðinga gríðarlega fjölbreytt og hér lítill listi yfir svona nokkra spurningar sem tölfræðingar getu reynt að svara. Ég settist niður og hugsaði með mér hvað hef ég verið að fást við undanfarið og tölfræðingar í kringum mig og sem dæmi má nefna og þetta eitthvað sem mikið verið að hugsa núna. Nú lyfin sem við tökum, þau örugg og virka þau? Og þetta verður nú mikið rætt núna næstu vikum og mánuðum í sambandi við COVID-faraldurinn. Annað sem gæti verið ofarlega í huga fólks núna efnisveitur eins og Netflix, en þar oft mælt með einhver ákveðnu efni fyrir notendur og þar að baki að sjálfsögðu gríðarleg gagnavinnsla og tölfræði líkun. Nú, klassískt dæmi það skoðanakannanir og spá kosningar. Annað dæmi ef við löbbum inn í banka og ætluðum að reyna að fá lán, að þá örugglega hluti af þeirri ákvörðun, það tölfræðilíkan þar að baki sem metur líkur á því að við stöndum skil á lánun okkar. Klassísk spurning hérna á Íslandi hvað má veiða mikinn þorsk á næsta ári og önnur spurning sem verðugt viðfangsefni núna hlýnun jarðar raunveruleg. Nú, innan heilbrigðisgeirans þá mörg skemmtileg og spennandi viðfangsefni og hérna tek ég bara sem dæmi hver áhættuþættir kransæðastíflu og sjálfsögðu hvernig mun COVID-19 faraldurinn þróast. En þess má geta að hópurinn sem stendur á bak við líkunin sem hafa verið núna mikið í fjölmiðlum COVID-19, þessi hópur mörg hver þau kenna við námsleiðina. Aðeins samsetningu námsins. Námið 90 ECTS. Þetta 60 einingar í námskeiðum og 30 eininga lokaverkefni. Það aðeins eitt skyldunámskeið á námsleiðinni og það svolítið fræðilegt námskeið í líkindareikningi og tölfræði en nemendur velja hin námskeiðin í samræmi við námsnefnd. Það fer að sjálfsögðu eftir áhugasviði nemandans en svo líka svolítið misjafnt hvaða námskeið boðið upp á hverju ári og forkröfur fyrir námskeiðin svolítið mismunandi og því ágætt að setjast niður með einhvern í námsnefndinni til að fara yfir það. Það hægt að velja sirka bát 30 námskeið á ári hverju og eins og ég sagði það svolítið misjafnt hvað upp í boði hverju sinni. Inntökuskilyrðin í námið mjög einföld. Það annaðhvort BS eða BA-próf frá viðurkenndum háskóla. Nemendur í náminu hjá okkur nú þegar hafa verið stærðfræði, verkfræði og hinum ýmsu raunvísindum, en einnig úr viðskiptafræði, hagfræði, sálfræði og fornleifafræði.
En við beinum þó til nemenda sem koma úr greinum þar sem kannski hefur lítið reynt á stærðfræði að taka inngangsnámskeið í stærðfræðigreiningu á fyrsta misseri til þess að hjálpa þeim áfram í náminu. Lokaverkefnið eins og ég sagði án 30 einingar og nemendur getur unnið slíkt verkefni á það bil 4 mánuðum. Viðfangsefnin eru fjölbreytt og hér bara listi yfir nokkur verkefni sem hafa verið unnin á námsleiðinni. Þarna var verkefni sem snýr að því hversu lengi fólk þarf að bíða í þjónustuveri CCP eftir aðstoð, greining á komufjölda á bráðamóttökur eftir veðri, launamunur kynjanna eftir starfsstéttum, brottfall úr námskeið í stærðfræðigreiningu og mat á fasteignaverði með hinum ýmsu líkonum. Svo eins og þið sjáu þá eru viðfangsefnin fjölbreytt. Tækifæri að námi loknu, þau eru mörg og mismunandi, en það eru spennandi tækifæri í fjármálageiranum, við markaðsrannsóknir, hjá tölvuleikjafyrirtækjum, ráðgjafafyrirtækjum, hjá hinu opinbera og svo mætti lengi telja. Nú, ef þið hafið einhverjar frekari spurningar, þá endilega hafið samband við mig. Ég heiti sem sagt Anna Helga og þarna netfangið mitt, en þarna líka listi yfir aðra kennara sem eru í námsnefnd námsleiðarinnar og við bara bíðum spennt eftir að heyra frá ykkur. Þakka ykkur kærlega fyrir þetta og ég vona við sjá ykkur sem flest í námi í hagnýtri tölfræði í haust. Takk.